Já, velkomin að borðinu. Nú það sagðar fréttir. Við höfum aðeins breytt prógrammi hjá okkur í sumar, svolítið í tilefni af því að Ríkissjónvarpið ætlar að sýna okkur bara fótbolta klukkan 7 þegar vanalega fréttir hjá þeim. Það ekki fréttir í Ríkisútvarpinu fyrir klukkan 9, en við ætlum að segja hérna fréttir á meðan klukkan 7. Og þau sem eru hérna til að segja fréttin eru Sigurjón Magnús Egilsson. Já, góðlið. Og María Lilja Ingvildardóttir Þrastardóttir Kemp. Já, hei. Herðu, Þú gleymdir að segja eitt, sko. Við ætlum að vera til 21 eða til 9. Já, það verður þess að við segjum fréttir og svo ætlum við að halda áfram að vera með svona frétta umfjöllun. Það kemur hérna á eftir Grímur Atlason, ætlar að tala um eina dagsins. Og meira það að Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar, kemur hérna og talar mál sem hefur verið mikið rætt. Að saksóknari ákvað að ákæra ekki menn sem höfðu misnotað þroskahefta konu. Og svo hérna í lokin kemur hann Guðmundur Hrafn Arngrímsson. Við ætlum að tala við hann tvennt, annars vegar húsnæðismarkaðinn, hann formaður Leigjendasamtakanna, en líka svona hversu veikt mörg sveitarfélög standa gagnvart svona ásælni auðus fólks til virkjana. Við höfum rætt það núna út af vindmyllunum í Garpsdal, en Guðmundur Hrafn strandamaður og hann þekkir deiluna Hvalárvirkjun. Þannig við ætlum að enda þáttinn á því. Þannig það margt í boði hérna, en fyrst ætlum við að byrja fréttum. Já, hvað sem við gera það. Og aðalfrétt dagsins, finnst okkur vera bara okkar eigin frétt sem að þú skrifaðir, María Lilja. Geðfallaðir vanræktir af eftirlitslausu einkafyrirtæki. Hvað er þetta? Já, þetta nú svolítið sorglegt mál. Ég gerði svo fræg að taka að mér næturvakt á dögunum, eða núna bara á mánudaginn, á Bjargi, sem er þetta vistheimili eða þetta er einhvers búsetu kjarni fyrir geðfallaða menn sem að margir hverjir hafa búið þar bara í 30-40 ár. Þetta heimili hefur einhvern veginn svona poppað upp í umræðunni alltaf annað slagið. Það hefur verið staðið alls konar styr reksturinn, hverjir eigi að sjá mennina, hverjir beri ábyrgð á þeim og þar fram til götunum. Ásmundur Einar sem þá var barnamála og velferðarráðherra, hann samdi svo við þetta fyrirtæki Mannvirðingu sem er einkafyrirtæki í einhvers konar svona heilbrigðisrekstri. Þeir eru með svona svona afplánunar úrræði hérna við Reynimel, en svo og reka svo þetta. En á þessum stað ríkir mikil neyð og þess vegna var ég kölluð til hérna á næturvakt bara fyrir algjöra tilviljun, vegna þess að það var hreinlega ekki til mannskapur til þess að manna þarna vaktir og mér brá nú bara töluvert yfir því sem að ég sá. En það svona töluverð og mikil og langt gengin vanræksla og svona margt sem að bara hreinlega ekki liðast. Töluverð langt á því tíman því að þú vísar í gamla fréttir. Við erum hérna með fyrirsögn á frétt frá 2018. Já. Þeir einfallega gleymdust í kerfinu. Frá 2018 og það er ekki 7 ár síðan það var. Jú. Þeir eru ennþá gleymdir í kerfinu. Þeir eru bara ennþá gleymdir. Þetta er á Seltjarnarnesi svo komið fram, það er gleymdist. Já, á Seltjarnarnesi. Þetta er Bjarg, þetta er sögufrægt hús. Já. Hefur verið áður tengst svona skandölum í svona umönnunar geranum. Jú, það er mikið rétt. Það er rétt. En hvernig stendur á því að það hefur verið að benda á þetta og svo gerir þetta ekkert? Veistu það? Já, það er svolítið það sem ég kannski var að velta fyrir mér í þessari grein sem við er á samstöðum.is og hægt að lesa. Það er svona, hvernig við komum fram við veikt fólk og fólk með fatlanir. Þessi vanvirðing, þessi svona kerfislæga vanvirðing í garð fatlara og einmitt, þau bara gleymast. Það er svona eins og þau sem að einhvern veginn þurfi kannski bara sína málsvara, sem sterkasta málsvara, þeir einhvern veginn hafið þá ekki. Fórstuðum að þessa fyrirtæki sem heitir Mannvirðing, eða ekki fyrirtækið? Jú. Hann var í fréttunum þegar voru gerðar miklar athugasemdir við réttargæsludeildina inn á Kleppi. Þá var hann yfirmaður, fór í frí, kom aldrei aftur, stofnaði þetta og er núna að reka þetta. Já, það er mikið rétt. Ég er enda með eina svona auka frétt þetta. Það er að það var kona sem var næturvakt þetta og svo var hún bara komin á eftirlaun og hætti. Og einhver annar starfsmaður var að velta fyrir sig hvort að sækja næturvættirnar. Ég held kannski að veri betri peningur í þessu og fekk að sjá launaseðlunnar. Þá kom í ljós að hún hefði allan tíman verið bara á dagvinnulaun. Aldrei verið á næturvinnu eða vaktálagi. Tók næturvættir. Já, árum saman.
og núna er búið að kæra þetta mál til Eflingar. Þannig að ég býst við að við munum heyra frá Bjargi töluvert síðan. Grímur Atlason kemur hérna, framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Jú, ég get sett fyrir. Eftir þessa nætuvægt þá var mér misboðið og ég heyrði í Grími Atlasinni sem brást hratt við og mér skilst að réttindagæslu maður fatlara hafi komið þannig að í morgun og það sé eitthvað farið að hreyfast. Það var maður hann rúmliggjandi án allra stóðtækja upp á annara hæð. Það veikur að? Það veikur að hann komst ekki sjálfur fram úr en sem að var, ég lá bara þannig að þeir virðist og horfði á iPad sem að starfsfólkið setti á fyrir hann á mótnana. Hann vist komin út af heimilinu, hann var tekin í burtu með sjúkrabíl, þannig að það er vendingar í þessu máli sem betur fer. En ástæðan fyrir að þú ert að fjalla um þetta eiginlega tilviljun. Þú bara tekur að þér þessa næturvakt og það bara rennur upp fyrir þér að þetta ekki í lagi. Já. Og þá verður til svolítið svona athyglisverð frétt að fréttamaðurinn hann eiginlega, þetta svo Gunther Wallraff, ég minn ekki hvað þetta er eftir honum, sem að fór einhvers staðar á svæði og aflaði sér upplýsinga og mér finnst þetta mjög skemmtilegt að hérna fréttamaðurinn sem vitni, sem við gleymum ofta að blaðamaðurinn er náttúrulega vitni. Ef hann fer á einhvern stað og sér eitthvað, þá getur hann bara skrifað og sagt frá því. Hann þarf ekki að hringja í almannavarnir og spyrja hvað það sé. Fá staðfestingu á eigin upplifun. En eins og sagt áðan að þessi fréttin sjálf, hún er inn á samstöðum.is og hún er mjög fín. Frábær frétt. Kemur svolítið ávart. Já, og við regnum með að við munum eitthvað fjalla þetta mál í framhaldinu. Já, ég og svo hérna eftir fréttinnar að þá kemur Grímur Atlason og þið ætla að ræða við hann um þessa stöðu. Herðu, en kannski er svona fréttin sem var víðast sögð frá, það var að Hæstiréttur staðfesti dómundirréttar að það væri ekki virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun. Mér finnst svona svolítið skringilega sagt frá þessu. Forstjóri Landsvirkjunar kemur fram og segir að það sé eitthvað svona orðalagsbreyting sem að eitthvað svona málskilningur í þingmönnum árið 2011. Ég held að þetta sé ekki rétt hjá honum. Sko málið er að þá fer inn í lög sem að kemur frá Evrópusambandinu sem er að ef þú reisir svona virkjun eða eitthvað svona stórt mannvirki sem hefur áhrif á svona vatnasvæðið. Nú heitir þetta heitir einhver skringilegu nafni núna, vatnslota. En það er eiginlega svona eins og vatnasvæði. Og þú mátt ekki raska, þú verður að vera með eitthvað úttekt á því hvað áhrif þetta hefur á þú veist, á grunnvatnið og dýralífið og allt saman. Þetta er bara mannkynið er búin átt að segja því að þetta er bara verðum að vernda vatnasvæði sem við höfum. En þau hafa aldrei gert þetta. Það hefur aldrei verið neitt sérstök úttekt á bakvið þessa virkjun sem að snýra þessu. Og það er það sem að undirréttur sagði, nei, þið verðið að skila inn. Það er svona lögum að það verðið að skila inn hvað áhrif virkjunin hefur á vatnslotuna eða vatnasvæði eins og við köllum við áður og Hæstiréttur segir það sama. Þannig að þetta er ekki svona smá misskilningur eða eitthvað klaufaskapur eða ónákvæmni í lagasetningu, bara alls ekki. En Hörður segir, forstjóri Landsvirkjunar, hann segir að þeir ætli sækjum aftur. Já, og það er að ekki dóttinn. Nei, Jóhann Páll hefur sett lög, svona sérstök lög sem að getur flýtt fyrir. Þannig að það er að setja, það þarf ekki að fara í gegnum svona venjulegt ferli, heldur þetta að taka eina virkjun fram fyrir og Alþingi bara veitir sjálft, held ég bara virkjunarleyfið. Ég held að það sé planið. Þannig að hann vill virkja eins og engi sem morgundagurinn og hann einhvern veginn segir að muni verða virkjað. En mér finnst bara umfjöllunin þetta vera mjög blekkjandi. Það verið að láta líta út eins og það hafi verið bara einhver mistök og nú ætlum við bara að leiðrétta mistökin og virkja. Það er ekki þannig, sko. Nei, en ráðherra verið svona að taka svolítið undir þennan málflutning að sér það verði bara, þessi dómur hafi ekkert engin áhrif á þessi plönum, hvað virkjun. Ég held að það sé ekki rétt það. Nei. Ég held að sé ekki að taka svona lög bara úr sambandi og mér finnst það líka varasamt eða við erum að setja svona almenna reglur og svo ætlum við bara að hafa alltaf eitthvað svona sérstakar ákvarðanir, alltaf gildi það ekki alltaf. Heyrðu, það er málþófanir í þingi, það voru fréttir það sem að vera að benda á það voru breytt form á ræðuhöldunir í þingi í 2009, ætla að stytta ræðutíma, en þeir uppskáruðu mesta málþófslotur sögunar. Þannig að það er kannski dæmi mistök í lagasetningu. Þetta er ekki beint lagasetning, þetta er reglu þingsköp Alþingis.
klúðruðu því. Já, þetta, svona í hindsight, svo í sletti, þá er þetta nú kannski svolítið svona augljóst. Ég meina, fólk nennir auðvitað ekki að standa í því að flytja 50-20 mínútur en það er rosalega auðvelt að taka hérna 52 mínútur. Það er Þorsteinn Sæmundsson í ræðustólnum, hann er nú orðheppinn maður og skemmtileg týpa. En svo þar þetta kemur Njáll Trausti með ræður með 65. Það er þvílík niðurlæging sem þessir þingmenn þurfa að þola. Hvað getur hann talað í 60.000 Ég held að allar þessar ræður hans muni fást í öllum betri hljóðfærabúðum fyrir jólin. Það gefur út á svona þreföld albúm. Já, þetta er hægt að fá þetta svona í jólapakkan. Ég meina með mér að hlusta á ræður Hitlers þegar ég var í menntaskóla. Þetta er alveg ótrúlegt og svo Jens Garðar Helgason, 49. röðina, Vilhjálmur Árnason, 54. og Ólafur Adolfsson 61. Þetta er ekki Hver er búið með flestar? Hver er leiðir? Ég held að Njáll Trausti sé þar sko. Ég sé ekki fleiri nöfn núna. En Bergþór er eflaust, hann er ekki á mælindaskránu núna. Kemur inn á hana eftir bara. Ég tók upp það sem Ólafur Stephensen hafði skrifað á Facebook og gerði það frétt hjá okkur. Það sem hann sagði að fólk fengi á tilfinninguna að pólitík væri hlægilegur skrifalegur og þingstörfin algjör tímaðisla. Það er eiginlega það sem er auglýsingin Þannig að verið að grafa bara undan, ég veit ekki hvort Alþingi hafði mikla virðingu. Það var reynd að komið svona nána 30% af fólki sem hafði bara virðingu fyrir Alþingi. En það hefur lækkað ábyggilega. Ég hitti Ingibjörgu Davíðsdóttur sem ég aldrei tala við fyrir þá. Í morgun við vorum bæði að viðra hundan okkar og ég stoppa bara ertu ekki Ingibjörg Davíðsdóttir og kynnti mig og hvort hún vildi koma eitthvað í kvöld. Nei, ég verði alveg bundin í þinginu. Komið upp í 5.-7. hvert skipti. Já, það er svo stutt að ræða núna, sko. En við erum alltaf að stríða hérna stjórnarandstöðunni sem er alveg svo skiljið. En mér finnst það ágætt hjá Guðrúnu Hafsteinsdóttur að benda á það að lítið færi fyrir sleggju Kristrúnar með fréttum það. Munið ekki eftir auglýsingunum sem að Kristóf Frostadóttir var með fyrir réttum mér sleggjuna, ekki hamarinn hans Bjarna. Og þá var alltaf að sína hvernig alltaf að berja niður vextina. Verðbólguvexti. Síðan hafa vextir lækkað held ég 0,5%. Og ég held að sé allir saman að vextir muni ekki lækka það sem eftir árinu. Það er sannlega ekki. Þannig að Kristrúnin er ekki að berja niður vextina. Nei. Mér finnst alltaf lagi að minna fólk á svona. Af því að kosningar fara fram, að fólk leggur fram einhver kosningalofur og svo kýs fólk. Og ef fólk er bara langt frá því að standa við það, þá er sjálfsagt að minna á það. En má ég aðeins, að því við erum að tala um pólitíkina, að Lilja Rafni var í gærkvöldi og þá segir hún, tekur undir með Grétari Mar það að stjórnarandstaðan sé svona strengjabrúður frá LÍÚ. Þannig að stór orð látum falla, en hún sagði þetta ekki óvart, hún bara þessar skoðunar og gott hjá henni. Ræðum við það eilítið seinna, en það var ein frétt að 40% Íslendinga trúa á djúpríki og telja norræn og kristin gildi eigi undir högg að sækja. Hvað finnst ykkur þetta? Ég bara átta mig ekki á þessu. Þetta er nú kannski svolítið svona í takt við þessa svona upplýsingaóreiðu sem að hefur farið mikið fyrir á samskiptammiðlum eins og Facebook og svona og ég meina upprisu ykkur á svona hópa eins og Ísland þvert og flokka sem að sem telja sig verið að vernda ykkur gildi. Þau ná aldrei 40%. Nei. En 40% Íslandinga trú á þetta. Djúpríkið. Já, en er það ekki bara eins og ég var nefnilega áðan með útgerðin sem Já, það er málið, sko. Já. Það er að djúpríkið er ekki efnalögin í Washington sem var ekkert verið að tala um, að það væri verið að selja börn. Djúpríkið er náttúrulega að það er LÍÚ og fleiri sem að stýra þessu stjórnmálaflokkum geta ráðið því að stjórnarandstaðan eins og leggur sig að gera sig fíbli dag eftir dag. Bara vegna þess að... Ég veit að það fólk úr þeim hópi hefur sett stein í götu okkar bekkja til dæmis. Já. Það er bara... Og það er svolítið þannig að ef að þú aktar ekki með djúpríkinu þá þá veistu að lífið verður aðeins erfiðara, sko. Ef þú aktar með djúpríkinu og ert bara ferð upp í ræðupúlt og talar máli LÍÚ og þá færðu eitthvað stöðu, þú getur ekki að fylgja sendiherra og guðma þetta hvað ekki, sko.
Þannig að það kannski það sem flókið við þetta kannski að vita hvað djúpríkið í huga þeirra sem svara þessu, sko. Já, það nefnilega svolítið flókið, sko. Hvort verið að tala spillinguna eða innleiða spillingu eða eitthvað allt annað? Innleiða spillingu, held ég. Já, ég skil þetta þannig. Fréttina af RÚV skil ég nú svolítið einmitt á hinn veginn, sko, eins og það sé verið að tala um þetta upplýsingaóreiðu og þá í tengslu við þetta kristin og norræn gildi og annað. Það sé saman. Þetta rannsókn sem að fjölmiðlanefnd er að framkvæma. Ég veit ekki til hvers hún ég veit ekki til hvers hún reka fjölmiðlanefnd, bara veit það ekki. Herðu, en það var önnur svona skoðanakönnun. Það eru 69% styðja veiðigjaldafrumvarpið. Það sem náttúrulega merkilegt þeirri frétt það eru bara 17% sem eru á móti því. Þannig að stjórnarandstöðu þingmennirnir sem að tala þarna frá sér vit og rænur. Og það kom fram að í miðflokkurum það er bara 50-50. Þannig að miðflokksþingmennirnir eins mikið og þeir leggja sig fram í þessu. Þeir eru bara að þjóna helmingnum af sínum kjósendum. Sjálfstæðisflokkurinn er að þjóna svona 2/3 af sínum kjósendum. Það er eiginlega líklegast að finna fólk sem er á móti hækkun veiðigjalda inn í Sjálfstæðisflokknum. En Framsóknarflokkurinn komst ekki að blað, ástæðan er svo hann er svo lítill að það er ekki hægt að draga ályktanir af. En ég held að við vitum öll að það er eiginlega ólíklegast að finna stuðningsmenn eða andstæðinga veiðigjaldafrumvarpsins í Framsókn af þessu 3 flokkum. Þannig ég veit ekki hverjum þeir eru að þjóna, sko. En það gerir það ekki allir. Hún var Halla Hrund í gær. Já, hún aðeins ekki þátt í þessu. Hún sagði það alveg 4 sinnum, ætlaði ekki að gera meira. Já. Hún var ekki neinu hún vildi bara koma fram tilteknum atriðum í umræðuna eins og þingmenn eiga að gera. Þannig hún ætlar ekki að taka þátt í þessu. Já, ok. Herðu, það eru fréttir frá Úkraínu, Rússar herða árásir. Þetta, ég ræddi í gær við hann Hilmar Þór Hilmarsson, við ræddum aðeins stöðunni í Úkraínu og þau munið eftir að það voru fréttir af því að Bandaríkjamenn ætla að hætta að senda tiltekin vopn til Úkraínu og það eru svona Patriot-flaugar sem eru notaðar í loftvarnarkerfinu. Ástæðan var svo að það gekk svo illa hjá Ísrael í þessu 12 staða stríði við Íran að þeir eru bara að hætta vegna þess að þeir eittu svo mikið af flaugum við að reyna að verja en tókst það samt ekki. Þannig að Bandaríkjamenn sögðu svo að það er bara mikilvægur að verja Ísrael þannig að við ætlum að hætta að senda til Úkraínu. Og loftvarnir Úkraínumanna eru að bresta og Rússar eru að sækja fram sem er bara vert að hafa í huga því að stundum heyrum við einhvern veginn svona það sé bara kortir í því að efnahag Rússlands hrynji saman eins og var leiðar í Moggas í gær til dæmis og svona verið að segja okkur að þú veist eins og vesturveldin séu að vinna Rússland á vígveldinu, það bara er ekki þannig og bara ágætt að fólk hafa í huga og því miður fáið of lítið að fréttum af vígveldunum. Mannréttindadómstóllinn í Evrópu úrskurðaði Rússar hafi framið mannréttindabrot í Úkraínu þarna 2014 þegar þeir aðstoða aðskilnað sinna við að skjóta niður flugvél. Þetta er fyrsta sinn sem kemur úrskurður um þetta stríð. Þannig að flugvélina sem voru margir hollendingar eða ekki? Jú. Já. Herðu, við viljum ekki tekið fréttir úr DFF en það er ein fréttin úr DFF sem það er stríð svona sem að íbúar á Flensborgarhöfn. Þú veit nú að þarna verði þú veist hvað þetta er. Já, ég veit það. Það er og þeir höfðu betur og mér finnst þetta merkileg frétt vegna þess að þarna kemur fram að eru íbúarnir sem eru að kvarta. Það er aðalskipulag og það máttu vera þarna eitthvað 3 hæða hús og svo alveg yst máttu vera 1 4 hæða en síðan koma verktakarnir og suða eins og gera orkureitnum og heklureitnum og allstaðar suða og allt í einu er þetta bara orðið gríðarlegt magn langt út fyrir aðalskipulag sem er búið að samþykja deiluskipulaginu inn í bænum og íbúarnir sættist ekki við þetta og þeir unnu. Já. Er þetta ekki svolítið svipað og þau eru svona nokkur með svæðið við slipp, það er svona annað svona máli uppsiglingu. Já, í Vesturbuktinni. Já, í Vesturbuktinni. Já, þetta er það sem Ísfélag Hafnarfjarðar var og er núna svona fólk sem er að vinna alls sköpun og sem er til húsaða núna, ég hef farið að inn og skoða þetta og þarna er sem sagt, og það sem að slippstöðin hérna Dröfn var ekki þetta er sem sagt, það verið að taka sjávarútsýni af íbúðum. En þú átt aldrei útsýni.
Það er eitthvað aðalskipulag, það verður að gilda, sko. Já. Þú getur ekki bara því að ég held að ég ekkert sagt það hérna, sko, að svona verktakar sem fá svona svæði, þeir ráða sko bara 2 eða 3, bara helst leiðilustu menn í heimi til að liggja í byggingafulltrúa og suða því að bara ein aukahæð þarna, þetta eru bara sko 10 milljóna, 100 milljóna, sko. Já. Og þetta aðeins þarna og svo allt í einu byggist hverfið. Þetta eru skuggar, sólin kemst ekki nema fyrir ofan 3. hæð, allt of þétt. Við höfum verið með umfjöllunum þetta er orðið sko heilsuspillandi húsnæði sem er byggt. Þegar við vorum á pressunni á sínum tíma, þá skrifaði ég hvað ég svona var breytt í Kópavogi. Það var bætt 1 hæð ofan á nokkur fjölbýlishús. Og svo kom í ljós að bæjarstjórinn eða formaður bæjar á þá og eitthvað átti hluta í þessu. Hann var búinn að gleyma því. Hann var búinn að gleyma því, hann ætti það. Nei, það hefur farið, sko, allir að vill fyrir mér, sko. Hann hefur verið farin út. Ég var með alla pappíra, sko. Þannig að það gekk ekki. En samt hækkuðu húsin. Við óskum nágrannunum við Flensborgarhöfnina til hamingju með að hafa lagt þarna fyrir bæ. Það voru fréttir þegar Helgi Seljan var á heimildinni, þá skrifaði hann töluvert mikið mann sem heitir, hvað heitir hann? Alexander Moselski, sem er kjörræðismaður Íslands í Belarus. Hann er svona besti vinur Aðal Lukashenko. Og svolítið svona shaky businessmaður, en Íslendingar hafa verið voðalega hrifnir á honum. Og hann er okkar fulltrúi í Belarus. En hann er núna komin í heimsvellinar vegna þess að hann er komin í viðskiptaþinganir í Póllandi. Pólverjar sjá í gegnum hennar mann, þótt að ég held að sé ennþá að lista í utanríkisráðuneytinu sem okkar kjörræðismaður í Belarus. Ég ætla allar að spyrja mig eitthvað nánar Belarus í þangað hef ég komið. Já, en þú manst ekki mikið eftir að það var ekki eitthvað svona fótboltaferð Ég skrifaði 2 tímar þetta greina. Ég er alveg heyrt sögur að þessari ferð Káringar, það var mikið drukkið. Já, það myndi, ég skrifaði hvað sem var, það myndi enginn hvað framfór. Önnur svona frétt sem að var svolítið við fjöllum svolítið mikið ekki mikið, við fjöllum einhver reit það við Rauðaborðið, sem er kvikmyndaskólinn sem lognaðist upp og dó. Og það voru fréttir í Ríkisútvarpinu þetta. Hlustuðu þær? Já, svona, ég vissi að henni, að skólinn hafi fengið 75 milljónir frá ríkinu áður en að fyrir síðustu kosningar, þó hann hefði ekki haft svona einhverja vottun. Nei, hann náði nefnilega mitt á milli, hann var framhaldsskóli, en svo einhvern veginn til þess að fá einhverja viðurkenningu þá var hann að vera háskóli, en það kláraðist aldrei að fá þá viðurkenningu, þannig að hann dinglaði svona í kerfinu. Og einhverjir voru að reyna að láta hann fá einhverja peninga þótt að þetta hafi verið, ég veit það ekki. Sko, nú var ég nemandi í eina önn í Kvikmyndaskóla Íslands árið 2007 og þá var verið að tala að hann yrði færður upp á háskóla og þannig að þetta er ekkert smá tími sem að hefur færið í þetta. Það var engin háskóli sem vildi styðja hann í því. Listaháskóli vildi hann ekki og Háskóli Íslands vildi það ekki. Ég heldur að við haft helst draum það. En það bara gekk ekki, sko. En mér skilst að skólinn haldi áfram. Hann ekki í sama formi, sko. Ég held að þetta sé ákveðið menningarslys að það sem var búið að byggja hann upp munið deyja. Ég talaði við Böðvar Bjarka sem er nú stofnandi skólans og svo talaði ég líka við Friðrik Þór Friðriksson sem hefur nú verið lengi. Og þetta er mjög sorglegt að þessu uppbygging sem hafi verið þarna því að mörguleiti var þetta gott nám og þetta var í tengslu við erlenda kvikmyndaháskóla og stóð sér bara vel en þetta bara fittaði ekki einhvern veginn inn í kerfið, var óþægilegt fyrir menntamálaráðuneytið, engin annar skóli vildi teygja sig á móti þessu í einhverju svona furðulegri samkenni, mjög mikil sorgarsaga. Herðu, enn ein viðurkenning að það má brjóta á fötluðu fólki, sagði Alma Ýr Ingólfsdóttir. Við ætlum nú að tala við hana Önnu Láru hérna á eftir sem er framkvæmdastjóri Þroskahjálpar en Alma Ýr Ingólfsdóttir er formaður ÖBÍ og þetta er þetta ákvörðu saksóknara að ákæra ekki mennina sem að misnotuðu þroskahjálparkonu.
og svona beittu sko aflsmuni sko, þeir er mikið sterkari á svellin heldur en þessi blessuga kona. Nú hef ég skoðað þetta aðeins betur því að ég var hérna eftir. Ég var svona að velta þessu fyrir mér hvernig stæði á þessu og hugsaði að þetta væri nú ekki líklegt til sakfellingar en það sem að ég vissi ekki þá hérna fyrir 2 dögum þegar við vorum að ræða þessa frétt þá en veit núna er að það liggur fyrir að þeir höfðu allir vitneskju, það eru textaskilaboð mannan á milli sem að bara sína fram á það svart og hvítu að þeir vissu nákvæmlega hvað þeir voru að gera að konan væri ekki samþykk og þar fram til göttunum þannig að þetta er með ólíkindum. Við reynum að þú og Anna Lára reynið að fá aðeins skýrari botn í þetta. Júní sá heitasti frá upphafi mælinga í Vestur-Evrópu? Já, við höfum nú séð fréttir af því. Og eins líka, það var hérna í leiðindaveðri hér, þá var verið að tala við erlenda ferðamenn og brostaleg hringin, maður rók og rigning, maður alveg dásanlegt. Sko. Ég talaði við einnig út á stjætt í gærkvöldi. Það var að spyrja mig eitthvað hvort ég hefði farið í Bláalónið. Og ég sagði, nei, ég hef verið ekkert farið í Bláalónið og ég spurði þig hvort þú hefði verið fyrir 20 árum og við vorum bara að tala um að fólki í Kaíró fer aldrei á píramítana sko. Þannig að við erum bara þvælustum heiminn í einhverju leiðindum að skoða sætsýnið á hvort öðru. Við höfum engan á Bláalóninu en svo verður ekki að segja að verið okur þar. Svo var ég fannst þannig ég var aðeins svona neikvæður hraunið svo fallegt og á Íslandi er stórkostlegt land og fallegt, ég er ekki að tala lítið um það. En svo er líka svalt hérna. Þetta er hitabylgju frítt land, sagði ég. Og þá bara stóð út úr honum guðsan, það var hann að flýja bara hitabylgjur í Bandaríkjónum og hann bara svalinn sem var hérna, hann fannst þetta stórkostlegt. En ég held að þetta verði aðal útflutningsvarð okkar. Evrópa bara brennur. Það er fólk sem að... Við getum sagt með góðri samvisku, Ísland, kaldasta land í Evrópu. Já, bara hitabylgi, það er engin fræðilegum möguleiki að hingað koma hitabylgja. Nei. Það sem við kallum hitabylgja er það ekki ef það fer yfir 13 eða eitthvað. Jó, það er svona yfir 16 gráður. Við erum búin að fá gott sumar það sem afir. Já, en ekki aldrei kalla það hitabylgju. Nei, samt er eitthvað starf sem er að mælast mest í hiti sem hefur mælst og svona, en nei, við erum ekkert í því. Þetta er bara búið að vera fínt sumar. Herðu, ég ætla að sýna ykkur hérna 2 úrklippur úr Mogganum. Já. Það er hérna fyrst frétt sem er á hérna forsíðunni. Já. Og við erum búin á tíninni sko. Já. En þar er fullyrt að hérna Daði Már hafi brotið lög. Því sjáum við þarna þeir sem eru með sjónvarpið. Og hvernig fórum við því? Það er vegna þess að þegar var verið að bjóða út Íslandsbanka þá sagði hann þetta verið góð fjárfesting. Og Mogginn vill hérna meina að það sé brot á lögum. Orð fjármálaráðherra á svig við lög. Síðan þegar maður kemur inn í blaðið og þá kemur frétt þar sem að segir vandræði Daða Más vegna útboðs Íslandsbankabréfa, yfirlýsingin örgustu fjárfestingarnar í miðju útboði var tæplega lögmætt. Þetta kannski skiptir engu sérstökum máli. En Mogginn er bara orðið svolítið mikið svona. Það er eitthvað lögbrot á forsíðu og svo þegar þú kemur inn þá getur ekki staðið við þetta. Sko. Nei, það sem er kannski fyndnast í þessu það er Hildur Sverrisdóttir sem að spyr hann út í þetta. Hérna, hún er þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins en bara við munum öll eftir því hvernig fyrri Íslandsbankasalan gekk fyrir sig og þar var raunveruleg brot að ræða. Þetta er svolítið svona petti. Engan á þeim. Nei, ég er að segja það. Þetta er svolítið svona, hei, þú líka. Eða eitthvað svona, einhvern veginn, maður fara einhvern veginn svona þá tilfinningu að sé verða einhvern veginn klóra í bakkan fyrir gamla foringjan. Það var þetta sagt að vera besta einkavæðing sögunnar. Einmitt. Sögun kemur eiginlega frétt fyrir þig, Sigrún. Já. Þegar við vorum að tala gengi íslenska landsliðsins hérna og þú varst að tala að landsliðsþjálfarinn ætti að víkja. Hann fékk þessa spurningu á blaðamannafundi og hann sagði þetta heimskuleg spurning og dónaleg. Já, ég skil ekki mannin, sko. Nei, hann og ekki að vera alltaf að plammera þá sem spyrja bara að þetta bara sé ekki tími staðin í stund til að ræða það bara. Já. Þetta var bara rætt eftir að koma aftur heim eða eitthvað svona. En það var svo líka eftir fyrsta leikinn, sko, eða fyrri leikinn, en bara búin að tveir. Nei, það er leikur í gangi það núna, held ég. Og þá Það er á morgun við Noreg. Já, það er morgun, já. En það er
sko þá einhver var sagt við hann að á netmiðli væri meðal annars sagt og þá segir hann mér skít sama, þetta ekki nógu gott sko. Landsliðsþjálfari verður aðeins að vera sko, hann þarf ekki að vera með bindi en hann þarf að vera svona hann verður að girða sig já, hann verður að vera svona og kunna sig bara fólk svona sem á annar borða ætlar að vera í svona opinberu starfi það kannski ágætt að kunni að tala um blaðmenn. Það er vonbrigði með þetta en hitt hann ekki náðu góðum árangri sko, liðið skora sáraselda mörk búin að fara í 2 leiki þarna og líka í aðdraganda mótsins það gátt ekki skorað í aðdraganda mótsins og alla síðan Margrét Lára hætti þetta er fínt lið sko. það var eitthvað að þessu liði og það var ljóst í aðdraganda mótsins eftir á að hyggja en þeir sem að vinna við þetta hefðu samt átt að átta sig á því sko. Já, en það svona voru búin til of mikla væntingar að fyrsti leikurinn hann átt að vera bara sko við finna alveg sjálfsagt þurfum ekki að tala meira þurfum alltaf að fara inn á til að sækja hennar sigur ég með aðra frétt sem að því að þú er nú gaman sjómaður Dettifoss vélavanna milli Íslands og Grænlands er þetta alvarlegt mál við erum þetta veðri getur ekki hellt upp á kalt og ekki í matinn erum við ljósavél sko, sem sér rafmagnsvarmlistuna þannig að þetta er bara eins og að lendi í svona fríi eða? Nei, hann er náttúrulega flatreka sem að þýðir? Að sjórinn, öldundar og vindurinn kemur á síðu skipsins. Getur hann ekki snúið upp í vind? Nei, hann hefur ekki enga vél til þess. Nú er bara að stýra? Nei, þetta verður bara svona flatreka, þannig að það er ekkert... Þú ert sérfræðingur, ég vinn við að spyrja svo. Er það ekkert hættulegt fyrir svona farmskip? Nei, þeir hljóta að vera búinir að sko gera sjóklárt, þeir eru alltaf að vona á því að lendi mjög vondu veðrin, þeir verður alltaf að þetta er allt spennt niður með kæðjum og svona. En veitum við hvaða vara er á leiðinni til Grænlands með Dettifossi? Nei, þú vilja svo fyrsta sem spyrir þetta. Já, hvað er í gámunum? Kannski er það bara allir að bíða eftir ykkur. Já, það er það sem ég veldi fyrir mig, það er einhver sem er hinum einn á bakkanum og engin Dettifoss. Kannski þetta sumartískan og þau eru bara ennþá í vetrartískunni. Það er bara alveg glatað. Þannig að það verður bara útsala á hausttískunni. Já, verður önnur sjávarafrétt, það er nefnilega síðasta þorskastríðshetjan, hún fékk togaraklippur í kveðjugjöf, það er Haukur Davíð Grímsson sem var smyrjari í síðasta þorskastríðinu og þetta er náttúrulega merkilegt að síðasti maðurinn sem að vann hann byrjaði held ég bara 16 og 17 ára en hann er að hætta og þannig að þá eiginlega slitna svolítið tengsl landhelgisgæslunnar við þorskastríðin. Ég hugsaði þegar ég sá þetta að þetta er náttúrulega ættum að kannski vita meira þorskastríðin en það vil svo til að koma söngleikur þorskastríði sem á að setja upp í Háskólabíói í sumar. Eftir mann sem að þú þekkir, Hafstein Níelsson, frænd okkar. Já, frænd okkar. En þarna var íslenska þjóðin að berjast fyrir að ná yfirráðum yfir landhelginni og það var trúað að það væri forsenda þess að við getum byggt upp öflugt og traust samfélag hérna heima. En síðan mistum við landhelginni eiginlega til Þorsteins Má og Guðmundar í Brím og við eigum ekkert að þessu. Við þurfum að fara í þorskastríð við þá. Ég held að. Já, og Skagfirðingana. Já, þannig ég held að 5. þorskastríðið sé framöndan. En það er eitt sem ég langar að vita, hvað gerir smyrjari? Hann smyr, ekki brauðið. Nei, hvað smyr hann? Er hann vélasmyrjari eða? Já, hann gerir náttúrulega meira en það. Þetta heitir smyrjari, en hann er vandalega sér halda vélarúminu hreinu og slið, sko. En það er að smyrja, þetta er svona pumpur sem að ganga og þetta verður vel smurt, sko. Þetta er mikið. Annars eyðileggur í vélina. Já. Ekki klikka á neinu. Er þetta ekki svona vinna sem að maður missir framan á fingrum og svona? Nei, María, ég held að þetta sé eitthvað sem að þú verður bara góð í, sko. Já, ég get alveg verið smyrjari. Þetta er líka verið að smyrja brauðið, sko. Já. Herðu, þetta eru fréttirnar. Nefnum við ætla að bæta ykkur við. Við ætla ekki að bæta ykkur við. Það fer alltaf eins og eldurinn sínu á Facebook, það sem að Guðríður nokkur setur inn á síðuna hjá henni Eddu Björgvins og hún ætlar að fjalla hérna aðeins málþófið og veiðigjöldin. Við ætlum að enda fréttirnar á því og svo fáum við auglýsingar og svo ætlum við að tala við Grím Atlason. Yes. Jag gæsist hún á leiðin til tenni leið við losna úr þessu anskoðan og alveg við í stjórnumótstöðinni við lýðræði hvað við ráðum sig að því við peningar og við ætlum að vera þarna
þangað til kemur tenniferðin. En ég svari að við vorum öll og næst og alltaf að gera kúk á tröppundur á Alþingi að þessu frekarnar og þykast ráða stjórnum. En við látum ekki vaða yfir okkur. Við eigum þetta. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.